þessi langvarandi neikvæð umræð og óþol í garð hæliskerfisins, í garð ólíkra menningaheima sem hafa komið hérna til lands og valdi því að unga konur þora ekki lengur að fara í Hagkaupaskeifinu seint á kvöldin og eru Þora ekki í strætó og vanda mjög vel valið á leigubílum. Að ég sé það og ég heyri það meðal annars frá innflytjendum á Íslandi að þetta fara að smitast yfir aðra hópa. Og ég get alveg haft að því ágjör og það er ekki út af því að ég sé með eitthvað automatist viðbragð það að öllu sé grautu saman. Ég bara heyri þessu umkvartanir. Þú ert búin að vera skást í þessu, skal viðurkenna það. Já, ég meina, ég er bara óhrædd við að taka þessu umræðu, en ég bara brýni það fyrir sjálfum mér og öðrum að við gerum greinarmun þarna milli. Það skiptir mjög miklu máli að við gerum greinarmun af fólki sem kemur hingað til lands, hvort það er að koma hingað til lands og aðlagast okkur samfélagi, eða hvort það er að koma hingað til lands og gera það ekki. Og bara þráast við og jafnvel að koma hérna með einhverju ósiði og óminningu eins og við höfum farið yfir þessum þætti og höfum meðalans verið að ræða dóma sem hafa fallið í garð palestínskrar fjölskyldu sem að eldir konu árum saman út af makavalli og beitt hana heiðurstengdu ofbeldi. Þú veist, þarna dreg ég bara mjög skýra línu og spyrna við fótum og mótmæla þessu harðlega og ég bara hafna því að svona hegðun fá að viðgangast hér á landi og ég hef verið talað mjög opinskátt um það. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.